Jæja, verið hjartalega velkomin í Sagnamann Háskólann í sögu og súpu. Á sögnum eins og í Sagnheimum þá erum við að segja sögu byggðarlagsins okkar og þetta er ekkert öðruvísi en önnur sögn á því leytinu til að við dekkum aldrei alla mannflóruna. Við segjum sögu sjómanna, duglegra kvenna, afreksfólki, en samfélagið það er miklu breiðara en það. Hvar er til dæmis á þessu safni saga fatlaðra? Það er voða lítið minnst á börn. Hvernig var nú útlendingarna sem komu hérna og aðlöguðust og miðluðu okkur að sinni reynslu? Ekkert af þessu á heima í beinni sýningu hérna. En í staðinn þá höfum við verið að bjóða upp á viðburði það sem að við segjum bætum þessu við, þessum þætti úr okkar flóru sem er jafn mikilvæg og hinn þó að við munum ekki nógu oft eftir því. Og Halldór náttúrulega hefur bjargað okkur með því að hann tekur þetta upp þannig að við höfum þessa heimildir og þetta fer á heimasíðum okkar. Þannig það er áfram hægt að hlusta á þetta og þetta verður bara svo útvíkkun á safninu. Þetta er sérstaklega skemmtilegt hérna í dag því þetta er samstarfsverkefni, ég er alltaf svo skotin í þeim. Og það er háskólinn, minn, Háskóli Íslands, Myndlistaskóli Reykjavíkur og náttúrulega Sagneimar. Er ég að gleyma ykkur út af mér? Nei, ok. Og þetta byggir á rannsóknum Daniel sem er sagnfræðinemi í háskólanum og tekningum frá myndlistaskólanum sem hann ætlar nú að segja okkur allt frá þessu verkefni sjálfur sem er langbest. Af fyrirlestrinum loknum þá förum við niður og fáum þar kaffi og annað og hann opnar formlega sýninguna sem er í Einarsstofu sem eru teikningar af 30 eftirlýstum Íslendingum á 17. og 18. öld. Þannig hingrið það aðeins við og fóðu kaffi og spjalli við hann áður en að fara heima að leita í bílskúrnum hvort einhver hafi falið sig hjá einhver. Veit ekki. En allavega að þessi sýning, hún verður því miður bara til 7. maí, þannig endilega látið búið ganga þá sem vilja skoða þetta að þeir komi og kíkja á myndirna, þetta er einstakt tækifæri. Þessi sýning, hún fór frá Reykjavík til Akureyrar, svo er hún búin að vera á mér. Er hún núna hjá mér, okkur hérna, og svo fer hún á Egilsstaði. Og þetta er náttúrulega það langskemmtilegasta þegar svona samvinna miðla sér út allt því að ef við erum öll bara að bauka í okkar horni, þá gerum við bara svo lítið. Það erum við svo lítið, en saman erum við svo stór eins og núna í dag. Það er bara að bjóða velkominn Daniel Danielsson, hann verður bara sjálfur að kynna sig, hann er með Vestmannaeyjatengingu, hann verður sjálfur að koma henni á framfæri og segir þú verkefninu og öðru, gjörðu svo vel, Daniel. Sælverið og takk fyrir að fá mig. Bara þakka Helgu fyrir sérstaklega gestisni sem kom hérna á föstudaginn frá Þorlákshöfn og erum búin að vera síðan. Ég skokkaði til dæmis hérna hringinn í kringum eyjuna, segi ég, og svona fattaði þetta náttúrutengi og mikið því sá skilti á svona skotriði manni. Sem er svona fyrir alltaf klækjum, eldfell. En já, Daniel Díur, sérst sagnfræðinemi, var að ljúka BA-námi mínu núna með ritgerðinni. Og síðasta sumar þá var ég ráðinn, þetta er nú hátt. Þetta verður svo ekki? Þá var ég ráðinn af Sigurði Gylfa Magnúsinni, prófessor í sagnfræði og hérna henni Sólveigu Ólafsdóttur, doktorsnema í sagnfræði og þau fengu mig í þetta verkefni að skoða Alþingismenn Íslands. Mér langar bara að byrja á sem sagt hver er Vestmannaeyjatengingin? Já, afsakið. Vestmannaeyjatengingin var svo að langamma mín heitir Rósa Jórunn Finnbogadóttir, var dóttir hans Finnboga og dóttir hennar Sesselju á Vallatúnsæng. Ég sé einhvern kinka kolli en hún flutti hérna svona 14-15 ára aldrei þannig að tengingin er ekki meira en það, tengingin enga sér upp.
Þetta prestshjónin. Já, og svo prestshjónin, já. Guðrún Helga og Kristján, þau eru Guðrún Helga skild mér í gegnum afa minn. Og Kristján núna Skálholtsbiskup, eins og kannski flest vita. En já, að því sögðu langar mig að byrja á í rauninni fyrstu greininni þessar mannlýsingar sem kom út 1999 eftir hann Guðna Tómasson sem var sakraðamið þá en núna útvarpsmaður í Rás 2. Hann gefur út þessa grein og fer mannlýsingarnar og það var ekki búið að fjalla mannlýsingarnar öðru sem nema bara að vitna í hinn og þennan og mannlýsingar hann aldrei teknar fyrir sem heild. Og hann gerir þá heiðarlega tilraun að fá teiknara til sín til þess að rissa upp andlitsmyndir af tveimur einstaklingum. Annar er Steingrímur Helgason, hann á vinstri hönd, var að lesa lýsinguna. Hann er frá Ísafjarðarsýslu, lýsingin er frá 1693. Hann er sagður meðalmaður að hæð, þykkvaxinn, luralegur í framgöngu, rauðbirkinn á hár, sköllóttur en kembir hárið frá hnakka og fram á enni, sem hann gerir reyndar ekki hérna. Rauðleitur í andliti, hárstrý kjálka og undir höku með frekknótar og breiðar hendur. Eins og við séum, þá fáum við ekki sjá hendurna á hann, þá bara andliti. Og hægri hönd er sýslumaðurinn Snæbjörn Pálsson, eða sem að síðar kallaður Málasnæbjörn, en hann var ekki sáttur með þessa lýsingu, þess vegna kannski fór hann í mál við þann sýslumann sem bjó til þessa mannlýsingu, en þetta er einsdæmi, en hann var sagður burtstrokinn úr Ísafjarðarsýslu 1724. Hann er sagður karlmannlegur og hraðgengur í framgöngu, hávaxinn og flatvaxinn, herðabreiður, mittismjór, fótagrannur, þykkhentur en þó ekki harðhentur, dökkara hárið samt brún og brá en jarpur, hefur mikið hár sem hrökkur neðan, rakar sitt skeggstæði, grannleitur og kinnbeinahár í andliti, með þunnt nef og hátt að framan, háleitur og langhálsaður, vel lesandi og skrifandi, heldur sér til gildis sem meiri menn til klæða, hátalaður og hraðmæltur, hrokafullur, bítur á vörina og sígur nefið þá illu er að skipta, tekur ákaflega neftóbak og af því nefmæltur og hið mesta drykkjusvín. En já, 20 árum síðar þá verða þessar myndir til í samstarfi við Myndlistarskóla Reykjavíkur eins og hún Helga nefndi og rosalega fallega myndir að mínu mati og í lit í þokkabót sem að ég var ekki að búast við þegar við vorum að hefja þetta verkefni. Ég ætlaði að myndi bara að fá þær í svarthvítu. En kannski langar að tala aðeins stuttlega rannsóknina en ég var ráðinn í verkefni Fötluð fyrir tíma fötlunar og ensku útleggsta sem Disabilities Before Disabilities og það er verið að grafa upp sögu fatlaðs fólks í rauninni frá landnámi og til okkar daga. Og þessi saga hefur ekki verið mikið skrifuð aftar en 19. aldin í rauninni og markmiðið var að leita þessu fatlaða fólki. Mitt hlutverk var að leita fötluðu fólki í mannlýsingum í alþingisbókum en þá fyrst þurfti ég að finna þessar mannlýsingar og þær voru 200 og aðeins 10% voru sjáanlegir fatlaðir einstaklingar hvort sem það var þá líkamlega eða andlega. Alþingisbækur Íslands, þetta er einu grunnheimildir íslenska sögu og það vita ekkert allir af þessum bókum. Ég vissi til dæmis ekkert af þeim þegar ég var rauninni ég hafði gluggað í þar. Ég vitnaði í þar margoft en bara einhvern veginn í gegnum aðra fræðilega nokkuð svona þegar maður var á síðustu metrunum einhverju ríkjað. En þetta eru 17 bindur talsins, fyrsta bindi kom út 1912 og síðasta kom út 1991. Það tók sér næstu heila öld að koma sér út. Handritin voru á víð og dreif, þetta var Ærin Vinna, þetta var á Edinborg og Kaupmannahöfn og guð veit hvar. En það sem er svolítið merkilegt með alþingisbækurnar að þær hafa aðalega verið nýttar í ættfræði, réttarsögu og lögfræði og í rauninni staðfestingu á viðburðum og frásagnir frá þeim viðburðum og svona atburðarás og sömuleiðis til þess að dagsetja ýmsa viðburði og atburði í sögu Íslands. Og hérna eru þær allar og það er svona túspenni sem svona mælistika. Þetta hreinlega sé allt á 3 mánuðum í leit af mannlýsingum og en af hverju
og svo þegar ég var búinn með verkefni í september, hvað átti ég þá að gera við þetta fólk? Það var alveg 200 manneskjur sem biðu bara eftir í rauninni að vera miðlað og ég hugsaði á sama tíma hvernig miðlaði þessu fólki, hvernig er þetta að miðla mannlýsingum, öðruvísi heldur en á teiknaðar. Þannig að ég hafði samband við myndlistaskólann og úr varð 2 vikna kúrs og þær tóku mjög vel í þetta, skólastjórinn og Anna Cynthia. Úr varð 2 vikna kúrs, 15 nemendur í kúrsinu og þau teiknuðu öll 2 myndir og já, ég hefði viljað hafa þetta bara heila en ég fekk bara 2 vikna þannig að ég fór hljóðbókhlöðuna og tók út svona 30 bækur og bara kynni ykkur efnið ykkur ekkert, þannig að þau voru ekki búin að lesa kannski sögubók sín í grunnskóla og valla þar. Þannig að þetta var rosalega skemmtileg vinna og ég bara sýna ykkur svona myndir af þessari heimildavinnu sem þau unnu. Þá voru þarna, myndirnar eru mjög hreinar hérna niður en þetta var mjög skítugt hérna meðan þetta var í gangi. Að því leytinu til að bara heimildavinna er mjög messy vinna. Og þið sjáum hérna hún að skoða reiðtíjar og svo voru þau alls kyns að pæla í litum og svona áferð fatnaðar og þau höfðu að mínum að allar þær heimildir sem eru til á Íslandi alltaf þar áreiðanlegastu hvernig fólk klæddi sig og var og jafnvel bara hvernig klippingu það hafði á þessum tíma. Þetta var ótrúlega skemmtilegt en það hefði verið skemmtilega að vera meira með þeim en ég fekk bara 3 tíma með þeim utan fyrirlesturs, þannig að við fengum íslenskufræðing þarna líka með okkur og þetta var mjög þverfræðilegt, þannig séð sko. Fekk sagnfræðing og þjóðfræðing og það var mjög skemmtilegt verkefni. En kannski bara til þess að fara svona back to basics, eins og maður segir á góðri íslensku, að þá eru mannlýsingar Íslendingasagnir mjög frægar, ekki bara hérlendis, heldur líka erlendis. Og kannski gott að ég bara fara stuttlega yfir þetta, ég ætla ekki að lesa þetta, en þetta er til dæmis mannlýsingin af Agli Skallagrímssyni sem var með mjög sérstakt útlit, eins og kannski margir þekkja, úr Hallskarði, Eilsö fylgir, og Gunnar úr Brennihólssögu, hann er lýst sem svona ljósri hetju, fagurhærður og bláeygður, svona fyrirmyndar karlmaður og svona vínamarkuður og bara flottur karl, kempa. Svo er Skarphéðinn hérna, skrautlegi karakterinn úr Brennihólssögu. Honum lýst svona og sagði einmitt að þegar hann hátt í tangarinn og hann er munnljótur en þó svona mikill kraftakall og það er ekkert auðvelt að eiga við hann. Og hérna verður að lýsa einmitt vexti og hvað er hann góður í og hárið og einmitt andlitsfall. Þannig að við erum komið svolítið grunn úr Íslendingasögnunum þegar við förum að lýsa eftirlýstum Íslendingum. Hérna er Hallgerður til dæmis, hún er sögð einmitt og þetta ásáttu við konur í mannlýsingum í alþingisbókum og það hefur rosalega mikið verið að lýsa í hvort hún sé frí eða ekki. Og í rauninni það er svona aðeins mýkra farið konur heldur en kalla í lýsingum og það er oft tengt meira við fegurðarskyn heldur en í rauninni bara kalt útlit. Kaltar útlitslíkingar. En hins vegar fannst mér mjög sérstakt að henni var lýst sem að hún var með þjófsaugu og þetta ásáttu við mannlýsingarnar í alþingisbókunum þar sem að mörgum er lýst sem bara illmenni og það er greinilega eitthvað yfirbragð sem að fólk fekk kannski bara einhvern veginn á tilfinninguna þessum tíma. Maður veit það samt ekki, kannski var þetta bara til þess að hræða það. En förum aftur yfir í 17. aldurina. Þetta eru sérst viðburðirnir, svona helstu viðburðirnir sem fólk þekki frá 17. aldurina. Þetta er tímabilið er rauninni rammað inn í einangrunarverslun Dana frá 1602 til 1787 og inn í það koma Spánverjaveginn, Tyrkjarana auðvitað, Galdrafárið, svo koma Hafísar og Hallari með tilheyrandi erfiðleikum og Stórabóla 1707 til 1709 sem var það fjalli mjög margir Íslendingar þá, eitthvað sem ekki rosalega hafa svona mikið á hreinu þegar Skaftareldarnir lita svolítið 18. öldina en móðuhafnir koma mjög seint og svo líkur Ingólfssyni. Þannig að það er alveg margar eyður þarna sem þarf að fylla í hvað var það bara söguvitund Íslendinga og mér finnst mannlýsingarnar vera í rauninni frábær spegill inn í samfélagið
út frá bara hvernig viðhorf fólks var til annarra og þá stétt. Mannlýsingarnar í alþingisbókunum. Þetta samfélag náttúrulega var einsleitt og byggðist á landbúnaði. Fólk stóð og féll með náttúrunni og sviptingum í henni. Mannlýsingarnar, þær voru mjög ólíkar þessum mannlýsingum Íslendingasagna. Þetta eru fyrst og fremst samtíma heimildir, skrifaðar og samdar af samtíma mönnum sem jafnvel þekktu einstaklingarna. Íslendingasögurnar eru jafnvel skrifaðar öld eða tveimur eftir atburði, jafnvel lengur frá atburðum. Þannig að mannlýsingarnar í alþingisbókunum eru mikið áreiðanlegri og sömuleiðis eru Íslendingasögurnar jafnvel vera með svona bókmenntaformi. En ég held að svo sem ekki að fara yfir í það svo sem það hefur verið mikið ófáar ritdeilurnar hafa sprottið úr umræðum Íslendingasögurnar, þannig að ég ætla að halda mig við mannlýsingarnar í alþingisbókunum. En já, tilgangurinn var líka sömuleiðis annar, en hann var í rauninni að bera kennslu á þessa einstaklinga sem voru burtstrakknir og horfnir frá í rauninni sínu normi og tilgangurinn var náttúrulega bara að handsama þá, hvort sem að einstaklingar voru týndir eða hvort þau voru sakaðir. Og þar af leiðandi voru mannlýsingarnar ekkert annað heldur en valdatæki í samfélaginu á Íslandi á 17. öldina. Valdatæki yfirvaldanna til þess að stuðla auknum stöðugleika og koma í veg fyrir sundrung og uppreisn í samfélaginu. En meðfram svona kreppum eins og ég lýsti hér á undan, þá eykst félagslegu hreyfanleiki, fólk er að ferðast meira, það er erfiðara, það er að leita tækifæra. Þannig að það er kannski líka, þetta er kannski viðbrögð því. Já, en elsta mannlýsingin er frá 1633 og yngsta er frá 1786. Þetta er svona 150 ára tímabil sem að ég náði að ramma einungis með mannlýsingin. Svona áður en ég fer í af hverju mannlýsingarnar voru og hvað, þá langar mér bara svona að sýna þegar ég hélt fyrirlesturinn á Akureyri. Fólk var ekki alveg, og ég skiljanlega, þetta er rosalega flókið, að þetta tengist líka réttarkerfinu svolítið. Þannig að það sem gerist þegar Íslendingur er eftirlýstur, að það er alltaf reynt að finna hann. Og síðasta úrræði er að fara á héraðsþing að voru til og lýsa eftir honum. Og þessi einstaklingar sem lýsa eftir honum getur verið eiginkona sem er bara eiginmaðurinn farinn, einhver glæpur, stór glæpur, morð. Og hann alltaf var ekkert auðvitað að hittast á veturna, þannig að vorin voru svona hentugust fyrir einhvern setninguna. Þar af leiðandi var mannlýsingin samin á héraðsþingi og sýslumaður ritaði þetta niður og það kemur aldrei fram hver nákvæmlega er að lýsa. En maður hefur alveg stundum getað áttað sig á því hver er að lýsa og hver ekki. En sýslumennirnir og lögmenn þeir skrifuðu allt niður, fara með það á Alþingi í júní, minnir mig, bara mitt sumar. Og þar er mannlýsingin lesin upp fyrir alla og svo er hún skráð í þær bækur til alla sýslumanna. Hver og einn sýslumaður í hverju héraði fyrir sig, eða hverju sýslu, hafa með bók sem var hreinrituð og var í rauninni afrit af alþingisbókinni. Þannig að þeir fóru með mannlýsingarnar í sín héruð og heimasveit og ég veit ekki hvort þeir hafa lesað þær upp í næstu kirkjusókn eða það svo sem við hafa bara eftir að rannsaka það betur. Já, þannig að svona er ferlið. Og kannski segja frá svona samgildi þessara mannlýsinga, en þetta er skrifareiður landskrifara frá 1631. Landskrifari var bara náunginn sem að skrifa allt niður sem fór fram á Alþingi og hann var, hann er bara í rauninni bara, hann var í starfi í umboði konungs, Danakonungs. Og hann segir hérna, ég lofa að játa í þeim málum sem ég hefur að dæmt, hvort heldur þau áhræra líf, góss eða æru, þá vil ég skrifa rétt sem hér eru dæmt og ekki nokkurn máta álíta að vild, makt, skylduleika, gunst eða gjafir, hatir, öfund eða óvild. Heldur alleinast að hafa Guð og rétt dæmið mér fyrir augum og skrifa réttilega eftir því sem hér verið dæmt. Eða allt hvað mér ber að skrifa, svo vel fyrir þann fátæka sem þann ríka, þann tiginborna sem þann ótigna, svo vel fyrir þann útlenska sem þann íslenska. Ég vil og ekki fyrir
eður síðan skrifaðir heimilega eður opinberlega taka eður upp bera, hvorki við sjálfan við með nokkurn annan skenkinga, gull, silfur, peninga eða peningavirði, svo þess vegna megi nokkur maður missa síns réttar vegna minna skrifa. Svo sannarlega sé mér Guð hollur og hans heilaga orð. Þannig að eiðurinn bundinn, harðbundinn við Guðs orð. En þetta textinn. Þetta ekki textinn eins og ég las hann. Ég hreinlega ekki 17 bindi af svona texta. Ég hreinlega 17 bindi af texta sem unnin upp úr þessum texta. Og þetta handritið eins og það frá 1724 1765 fyrirgefðu, hann Einar Sigurðsson. Og svona ef þið glögg þá náðu að lesa hérna: hann meðalmaður á hæð í gildralagi, herðabreiður og mittismjór, kvantlegur og vasklegur á fæti, koldökkur á allan hálslit, rauð og jafnvetur í andliti, bólugrafinn, etc. Svona mannlýsingin, svona birtist hún okkur í fyrsta skipti. En fyrir hvað voru Íslendingar eftirlýstir? Hvaða glæpir voru þetta sem þeir voru að fremja? Og voru þetta glæpir? Fólk gat verið sakfellt fyrir aðra hluti heldur en fólk getur verið sakfellt í dag, eins og siðferðisbrot sem fólust í því að vera dæmt fyrir blóðskömm og dulsmál og sömuleiðis hornámsbrot. Ég ætla nú samt ekki að segja að útburður sé ekki sakhæfur í dag, hann er alltaf sakhæfur í dag, en hornámsbrot gat verið mjög vítt. Þú gast átt við dóttur sviðaðins og verið sakhæfur og dæmdur. Og viðurlögin voru vandarhögg, húðstrýkingar, brennimerkingar alltaf verið þjófnað, svo alltaf bara afhausanir og drekkingar. Það voru svolítið smekklegt þessum tíma. Og fólk gat líka verið eftirlýst bara fyrir að vera í geðhvörfum og horfið, orðið úti. Eiginmaður hefur kannski, og það var dæmið það, var einn eiginmaður sem yfirgaf eiginkonu sinna og hoppaði bara í hollenska duggu og lét sig hverfa. Þannig að þetta er ótrúlega vítt og það er rosalega erfitt. Það er ómögulegt að alhæfa þetta, en svona 70–80% eru þjófnaðir. Og þá er annarkvæmt smá þjófnaðir sem að viðurlögin voru til að byrja með ekkert rosalega, það var ekkert rosalega hörð viðurlög því, en þetta er stór þjófnað, þá náttúrulega var bara, þá voru annarkvæmt menn sendir í fangilsi til Danmerkur upp úr 1817 eða bara teknar lífi. Það var ekkert einfaldara flóknara það. Eins og ég segi áður, þetta var skekkhlaust. Hvaða fólk, það er rauninni bara, það var ekki háð skekkt hvaða fólk var eftirlýst, en enga síður náttúrulega voru það lagstéttir mest megnis, en prestar voru eftirlýstir, sýslumenn, lögumenn, menntamenn, nýkomnir frá Kaupmannahöfn eða annars staðar að. Þetta voru vinnukonur, hinsegin fólk, stjúpfólk, stjúpforeldrar, stjúpsystkini, aldra fólk, barnsmorðingjar, fátækjafum, flakkarar, lausamenn, smáþjófar, stórþjófar, strókufangar, útlegar og fatlafólk. En þetta fólk átti allt sameiginlegt að það var til hérna á Íslandi og það í rauninni mannlýsingarnar að segja bara til það að það staðfesti að fólk var til. Það var hérna í holdi á blóði fyrir einhverjum 500 ári síðan. Og þannig að það er rosalega, og það vill til, skiljanlega, að það komur svona góðsagnakennd blær í kringum útlægana, eins og Fjallaeyvind og Jón Hreggviðsson til dæmis. Það var svo sem ekkert útlægi, en þetta er svona frægt fólk sem hefur verið notað í skáldskap, sem var samt raunverulega til. Fjallaeyvindur alltaf voru til, þótt þau hefur verið nýtt í leikrit upp úr 1900 og sömuleiðis var Jón Hreggviðsson líka til, þótt hann hefur verið nýttur í Íslandsklukku Halldórs Laxness. Já, hver er það sem lýsa þeim? Og eins og ég sagði, það voru prestamenn, það voru sýslumenn, lögmenn, foreldrar og jafnvel brotaþolar. Og þannig að það var svona misjafnt hversu sanngjarnar þessar mannlýsingar eru eftir
eftir atvikum. Eiginkonur til dæmis fara mjög blíðlega eiginmennina sína. Einn sagði að þegar hann kyssti þá bauð hann á aðra kindina líka. En eins og fyrir þjófa og þegar brotaþolar eru að lýsa þeim, þá eru þau bara dökkir útliti, illmenni, þjófslegir og jafnvel eiginkona einhvern veginn þrælsleg í augnarvæði. Þannig að þetta er og kannski svona svo ég muni að segja það, þá voru mörg þessara orða sem voru birtast í Alþingisbókunum og í mannlýsingunum að koma í fyrsta skipti fyrir sjónir í íslensku tungumál, okkur fyrir sjónir. Þannig að það var ekkert grín að fara yfir allar þessar mannlýsingar og reyna að átta sig á því hvernig leit þetta fólk út, hvað þýðir þetta orð. Er þetta að lýsa yfirbragði, er þetta að lýsa útliti, er þetta að lýsa hvernig hann bara er. Þetta er rosalega hugrægt og þau muni alveg sjá það á myndunum, við kíkja það fyrir neðan okkur að margar myndana eru bara ekkert nógu svona lýsanlegar við textan og það er náttúrulega bara því við höfum 2 vikur og fólk er náttúrulega bara mismetnafullt í heimildarvinnu sinni. En það bara stendur og fellur með því. Og það sem kemur fram, og ég er búinn að fara svolítið yfir það, ég var svona búist við að hafa glerna, þannig ég þarf að fara svolítið upp og bara afsækja það. En sem sagt, þetta byrjar oftast á því að það verður að segja hans yfirlitur, ásýnd og vöxtur. Svo fara þeir í andlitseinkenni, þeir fara í hárvöxt, þeir fara í líkamsvöxt og þá oftast eru við að miða við meðalhæð og samkvæmt fornlega uppgröfti úr Skálholti upp úr 1950 þá komast það niðurstöðu að meðalhæð karla á þessum tímabili var 1,70 og meðalhæð kvenna var 1,53. Klæðnaður er tekinn til greina, hvernig hnappa þeir eru með og það er rauninni og það er eitthvað sem mér fannst mjög áhugavert og vissi ekki að hnapparnir í rauninni skilgreina einstaklinginn svolítið út frá stétt, þannig að ef hann er með kindahnappa þá var hann bara venjulegur vinnumaður, en ef hann er með einhverja öðruvísi hnappa, látanshnappa eða viðarhnappa þá er það svona aðeins meira af svona efri stéttum. Það verður að nefna hvernig fólk fer með fé, þessi eyðslu eða sparnaðarsamt, hvort það neytir tóbaks og hversu mikið og svo náttúrulega áfengis líka. Tóbak og áfengi var með dýrari munaðarvörum á þessum tíma. Svo bara hvernig hegðun þeirra var, hvernig þau löbbuðu, hvernig var göngulagi, hvað voru með kæki, voru með eitthvað svona vísið að túrett. Og svo bara hvernig fólk talaði, var það með stam, var það þóknumælt, var það smámælt og hvernig það klapdi jafnvel og jafnvel hvernig það heilsaði. Það er eiginlega langskemmtilegast þegar maður verður það þá veit maður nákvæmlega hvað fólk sagði og það er mest ótrúlega dýrmætt einhvern veginn. Það er líka heldur líka dýrmætt bara upp á þetta er svona nánast eins og vinna finnst mér eins og að vera leikari að svona fylgjast gaumgæfilega með einhverjum einstaklingi gegnum texta, þetta er rosa sérstakt. Svo er bara verið að pæla í skapgerð, hvort hann sé fúlyndur eða léttur, kátur, brosleitur. Svo er að fara yfir vinnugetun og hæfni, hvort hann sé bara hvað hann góður í. Sumir voru bara góðir guldsmiðir, aðrir voru bara, og það virtist vera frekar algengt að vera bara hagur á tré og járn, eins og var sagt. En já. Og þetta eru svona með algengari orðum sem ég fann í mannlýsingunum. Og þá í rauninni bara parrúk, það var, og það er eitthvað sem ég held að væri hattur fyrst, en það er víst hárkolla úr sauðaskinni og svo verður þrædd mannhár í. Og það hégóminn var ekkert síðri á þessum tíma heldur en í dag, sko. Bjarkur á hár, það var rauðbrúk, bjarkur á hár, ljósarður. Og þetta voru orð sem þessi krakkar sem eru með teiknarar, þau eru rosalega, þau eru mjög misjöfn á textagerð, þannig að það var ærið verkefni að fara yfir þetta með. Og fyrir íslenskufræðingi sérstaklega líka sem kom úr Árnastofnun og hjálpaði þeim. Hann Bryndísi. Mumpur hélt ég að væri svona hnúður eða svona, eins og maður man-bun, kallast það, sko. En það var bara skegg og spengilmenni eru að vera svona hár og svona grannleitur. Ógeðslegur hélt ég að væri bara að vera viðbjóðslegur eða fyrirlitlegur, en það er bara að vera bara óhrif, skítuður. Þannig að orðin hafa svona breyst í merkingu sinni í áraðantíð og alternatíð.
og núna hefst svona lestur mögulega á hérna, ég ætla að fara yfir sögusvið Vestmannaeyja en sá fyrir mér að það myndi bara enda í einhverju bulli með Vestmannaeyinga hérna fyrir frá mig. Ég er ekki náttúrulega sterkur í sögunni en ég veit allavega að manntalið 1703, það var töluverð fækkun af hundar á tímabilinu, þannig að það er enginn sem getur skotið það niður. En hérna Vestmannaeyjar er náttúrulega rosalega sérstakur kúltúr hérna umfram meginlandið Ísland. En á þess að fara lengra í það, ég fann að roðna hérna, þannig að ég ætla hefði bara lestur á þessu, verið eitthvað að tala meira hérna, þið getið sagt mér söguna. Ég ætla að það sé bara best. En já, sé þetta stafsynningu vilja, allir á. Jón Þórhallsson, hann var dæmdur fyrir morð í Vestmannaeyjum, kvenmannsmorð. Það var lýst yfir honum 1679. Hann sagði miðalmaður vexti á hæð og þykkt, með sívalan vöxt, dökk hjartur og hár og skegg, hárið sítt, en skegg niður mjótt, kámleitt yfirbragð sem honum búið í annað sinni en hann í frammi lætur. Málkvatur, þó lágtalaður, með snarlegt viðbragð, vel hraustur maður, meinast valdur að kvenmannsmorði í Vestmannaeyjum. Þarna er verið að lýsa kannski sérstaklega áhugavert þegar það segja hérna að honum búið annað í sinni en hann frammi lætur. Hann er hérna með tvær hliðar á sér og sinni er oft talað að vera, þeir náttúrulega bara þekkja þetta, sinn, já. Ólafur Sigmundsson, hann var, og ég var svo sem, Jón Þórhallsson, ég var svo sem ekkert að elta hann segði verið að elta alla þessa einstaklinga og Guð veit hvað yrði lengi að því að vinna það. Þannig að ég fann bara manneskjurnar, það var mín rannsókn að finna manneskjurnar. En mér var eiginlega bannað að elta þessa einstaklinga þegar það myndi taka alltaf langan tíma. Ég hafði bara 3 mánuði. En Jón Þórhallsson, hann var fundinn og hann var bara drepinn. Það var ekkert flóknara en það. Ólafur Sigmundsson, hann var dæmdur fyrir illmannlegar misþyrmingar á séra Jóni Gissurarsyni árið 1733. Rosalega sérstakur karl, mjög gaman að fylgjast með hann. En hann sem sagt var eitthvað illa við séra Jón og hélt honum í gíslingu held ég einhverja 2 daga. Og var bara, var eitthvað pirraður út í hana því að séra Jón var eitthvað með einhverja forræðishyggju gagnvart honum í nafni trúarinnar. En Ólafur það sagt að hann sé þrekvaxinn og það var lýst eftir honum með lærimönnum svartur og hár og skegg með mugg og rakaða krónur. Hann brúki stundum parrúk, sé laus, eygður, hörundstökkur, fótagildur, málskapsmikill, sérklókur, hagur og tré og járn, helst smásmíði, óskrifandi, lítlæs, kynjaður úr Rangárvallasýslu og Vestmannaeyjum og meinist 50 aldur. Ég fann þessa... Það er ekki sami textin á. Ó, fyrir ekki það. Afsakið. Það verður smá... Ok, afsakið. Það er list aftur. En já, hann hérna... Það sem orðið hérna sérklókur, þetta er fyrst skipti sem þetta orð kemur fram í mannsingum og sömuleiðis málskapsmikill. Og þetta er rosalega skemmtileg lýsing og hann er stundum með parrúk, hann er ekki alltaf með það. Það er svo að séu svona góðum dögum með parrúk og ekki góðum dögum ámess. Jón Sverrisson, glemdi að innfóna hann. Jón Sverrisson, hann var hérna barnsfaðir dóttur fyrir fyrri barnsmóðir. Ekki dóttur sinnar, heldur dóttur barnsmóður sinnar. Hann var sagður meðalmaður á hæð og digurð, útskeifur í hnjáliðum og þó karlmannlegur, þykkleitur og tónleitur, dökkur og hár og skegg, með rakaðan mugg og parrúk á stundin. Í andliti frekknóttur, gráþullur, móauður, stamar stórum, brúkar neftóbak, lesandi og litt skrifandi, góður burðamaður, hagur og tré og járn. Og textinn fyrir neðan biður séra Nikulás að sýslumenn láti grípa téðan Jón þar sem hann kann að hittast og færa sér til Rangárvallasýslu. Þannig að þeir eru fundust, þá voru þeir bara sendið strax til annarkvort prests eða sýslumanns og þaðan fengu þeir makla málagjöld.
Og já, svo langum við, þetta eiginlega uppáhalds manneskjum og það tilviljun að hún sé úr Vestmannaeyjum, en það ekki tilviljun að ég sé hér. Það hún Steinunn Steinunnsdóttir og hún var viðriðin mjög stórt morðmál sem átti sér stað 1692 í Vestmannaeyjum. Morðið við Gíslakletta. Og þetta myndin af henni, ég fekk loksins að sjá hana. Ég var mjög spenntur, það líka svolítið skemmtilegt að hún var að grúska í þessum textum, lýsingarna sem voru að lesa undan, það eru ekki með myndum, það ekki hérna fyrir neðan. Þannig að ég bara býð spenntur eftir því að vinna aftur með myndlistaskólanum næstu ár og að reyna að koma þessu fólki á myndrænt form. En Steinunn, hún var með mjög sérstakar lýsingum að því leitum til að hún var bara fötluð í rauninni af veikindum. Henni flestum sýndist sem kreft og karar ómagi og svo í yfirlit sem afskræmisleg og sóttleira. Hún var nokkuð tónleik og gráföð, nokkuð rauðbyrgin með litla hönd og hnífskurð þvert innantil á hægra handlegg hver nú héðan leynilega burt strauk á næstliðnu lögðasmorgni úr tjaldi lögsalarans Magnúsar Kortssonar. Hún sést slapp úr tjaldi hans á Alþingi, líka við bara daginn áður en átt að fara að drepa hana. Og förum þá kannski yfir í málið hennar og systranna tveggja, Ingibjörg og Ingveldar. En Steinunn var sérst vinnukona hjá hjónunum Gísla Péturssoni og Ingibjörgu Oddsdóttur. Það sagt hún sér vinnukona en annars staðar sagt hún sér ómagi, þannig að ætli hann hafi ekki verið bara ráðinni vist og unnið bara þá vinnið sem hún gat unnið eins og bara var á þessum tíma. Gísli var sérst að prestættum, bróðir hans var prestur og hvort bræður hans hafi verið prestar og pappans hann var sérst bara vel ættaður. Og á undan hafði Ingibjörg í rauninni, hún eignaðist barn með Pétri Wibe, dönskur kaupmanni í Vestmannaeyjum og umboðsmanni konungs. Þannig að það var svona ástarævintýri fyrir hjónabandið með Gísla. Spólum það aðeins fram í tímann, sumarið 1692 hafa hún Steinunn beðin af Ingibjörgu að sækja systur sína Ingveldi og hefst þessi atburðarás. Gengu þau síðan öll að annarri kró þar nærri og fóru þau hjónin og Ingveldur inn í hana, en Ingibjörg skipaði Steinunni einslega að staldra við úti og hafa gát á mannaferðum. Þegar inn í króna var komið, dró Ingveldur upp brennivínsflösku og drukku þau öll þrjú úr henni. Gjörði skýslinn og ákala drukkin og segi á hann höfgi, hallaði hann höfðun upp á konu sinni, Ingibjörgu, en hún stóð þá upp og fór út úr krónni, en bað Gísla að bíða meðan hún svipaðist eftir lambi sínu. Í þeim svifum greip Ingveldur upp stein sem lá við króadyrunum og færði hann í höfuð Gísla. Þaut hún síðan út og hrundu þær systur í sameiningu krónni ofan á Gísla. Hjálpuðust þær systur og Steinunn síðan við það að dysja hann frekar, henni raða steinum yfir hann. Krær þessar voru topphlaðin gróðbyrgi og einhlaðin. Sem sagt, Steinunn fengin til þess að koma með systur Ingibjargar og verði sérst vitni þessu morði af því virðist, og þetta vitnisburður Steinunnar sem ég að lesa upp úr. Ekki alveg orðrétt en þetta svona samantengt. Að kvöldi sunnudagsins voru menn farnir að undrast fjarveru Gísla. Hvað Gísli? Daginn eftir finnst við Gísla eftir tilvísan 11 ára gamals pilts og sömuleiðis 12 ára gamals pilts sem hafði séð 2 kvenmenn vera að einhverju flýtisverki við klettinn og það sem líkaminn síðan fannst. Síðan þá hafa þessir klettar verið kallað Gíslaklettar. Þá fór ég hans á stúfuna og datt inn á þetta kort sem að Halldór, eða ekki, hann deildi því á Facebook og svo var einhver mætur maður sem að splæsti kortinu saman við raunkort af Vestmannaeyjum í dag. Og þegar við zoomum inn þá sjáum við að Gíslaklettur staðsettur á einhverju þessu svæði, mögulega aðeins neðar, ég veit það ekki, en þá myndum við að líta cirka svona í dag. Þetta er ramminn og náttúrulega við vitum ekki alveg hvernig fólk, hvort að það sé það sem geð eða það sem erðið eða það sem miðjan þannig að einhvers staðar þarna Gíslaklettur.
cirka bát, ekki satt, Halldór? Jú. Já. Já, það var svona áhætt að gera þetta hérna með þennan mann sem veit betur í nefnum þetta og ég var ekki svona að tala við hann fyrir hann fyrirlestur, sko. Þannig að ég er mjög ánægður að hann hafi sett já hana. En sem sagt, já, morðu á Gíslahveitum, líki á Gísla fannst og það var ítarleg lýsing á því hvernig líki hans var. Það fundust 12 áverkar á höfði, annað eyrað var nokkuð frá höfðinu rifið, höfuðskilin var brotin og heilinn útfallinn og sem aðrir smá áverkar á höfðinu, þannig að það var ekki sjón að sjá Gísla eftir meðhöndlun eyjasystra. En fyrst sinn trúði eyjafólk því að álkona hafi myrt Gísla og því var í rauninni ekkert rosalega mikið verið að spá í þessu, en sér Arngrímur sem var sem sagt prestur og ekki í Vestmannaeyjum, hvort hann hafi ekki bara verið í Rangárvallasýslu, eitthvað staðar sunnan. Hann sem sagt lætur rannsaka málið og eftir mjög dramatíska atburðarás þar sem að systurnar og Steinunn eru bara að tala á móti hvor annarri og það er fengin einhver vitni og þetta er eitthvað svaka, þetta er rosa dramatísk atburðarás, þá er niðurstaðan sú að á Alþingi eru þær eyjasystur, Ingveldur og Ingibjörg dæmdar til þess að vera húðstrýktar og þaðan dæmdar útlægar og það voru húðstrektar það illa að það lá mjög næri þeirra lífi. Steinunn, eða eins og hún birtist í annálum, þar sem ég var að grúska í, Vestmannaeyja Steinka, hún fékk dauðadóm sem svona hljómar eins og frekar ósækjað dómur með hvað þær sluppu vel systurnar fyrir að hafa drepið eiginmann sinn og Má, takk. En málarétti Steinunnar, eltum hana aðeins, af því að hún er jú þarna í mannlýsingunum. Hún var mjög veik og það kemur svo sem ekki fram hvað var nákvæmlega að henni, en hún gat þá ekki, hún var þarlama, hún gat ekki ferðast og þar af leiðandi dvaldi hún bara á heimili sýslumanns sem að þá í bókum var titlað fangelsi. Síðan var hún flutt á Alþingi, þarna 1695, kreft í kláf, eins og var sagt, eða hneft á kviktrjám. Þess að hún var hneft og þar af leiðandi var hún flutt á kviktrjám á Alþingi. Þannig að hún var bara borin á Alþingi og svo gisti hún þarna og er náttúrulega bara undir umsjá sýslumanns og lögmanns og hún sleppur af því hún var ekki engum játnum, af því hún var svo veik. Og hún stefur þarna hest sem er hestur annálaritara og það er mjög skemmtilegt að lesa þann annál. Stefur hestinn hans og ríður Vestfirði, stoppar fyrst í Lundareykjadal og fer síðan norður á Hornstrandir. Og samtímamenn segja að það sé hún ennþá umflækjandi en eftir á heimildir segja að hún hafi síðan flutt vestur undir jökul og verið þar undir dulnefni. Það er rosalega, svo er eyjasysturnar, það er ekkert síður áhugaverðir í saga en það er sem sagt flúðu fyrst til Vestfjarða af því það voru náttúrulega dæmdar útlegar, svo þegar það komst upp hvar þær voru þá flúðu þær til Englands með frönskum hvalveiðimönnum og líklega með einhverjum kalli, það voru duglegir að næra sér einhver kall En já, það sem mig langar að gera núna er að út frá þessu máli, af því að þetta er bara uppáhaldsmannskjörnum í mannskjörnum, þá langar mig bara að bjóða Steinunni velkomna aftur heim til Vestmannaeyja. Það getið séð myndir hann einhverju neðan. Þykir alveg ágætlega vænt hana því að mér fannst hún ekki fá sanngjöld, málagjöld. Mér hefur vitnisburðin hennar og það er ótrúlegt að lesa orð fyrir orð hvað hann var að segja í vitnaleiðslum. Þannig að, já, velkomin heim. Já, þetta er raunin bara endalok fyrirlestursins. Þetta hefur verið ákveðin tíma. En framhaldið er að gefa út bók með Sigurði Gylfa, þar sem ég mun skrifa grein mannlýsingarnar og eðli þeirra og heimildagildi og sanngildi og allt það. Allt sem því, þessum tengt því. Og svo langar við bara að halda áfram þessu verkefni. Það er náttúrulega 30 teikningar komnar og það eru 200 mannlýsingar
og þar af 70 eftir sem eru það ítarlegar og það mjög öll að teikna upp þeim. Þetta fólk út allt land og ég orðinn hundleiður persónulega að skoða texta. Mér finnst miklu skemmtilega að vinna með listrænu fólki sem getur komið einhverju svona frekar dauðu yfir á myndrænt form. Á sama tíma ég líka bara frekar þreyttur á að horfa á þessa embættismenn og alla þessa valdhafa aftur og aftur á sögnum. Þannig að mér langar bara að sjá nýtt fólk í Íslandssögunni úr fortíðinni. En já, mér langar bara að þakka fyrir mig og vonandi bara hafið notið góðs af og bara endilega spjöllum saman á sýningu fyrir hérna. Byrjaðu að þakka þér, Daniel, fyrir þetta. Það var ofsalega spennandi og skemmtilegt og hugsið ykkur allt þetta fólk, þetta ekki í sögunni, ekki vissum við hana Stengu. Þekktu þið Stengu? En nú skulum við endilega fylgja henni niður, Daniel, og kíkja á myndirnar niðri og spjalla aðeins áfram